þetta var náttúrulega stórt ár fyrir þig vegna þess að tónlistarhátíðin Uxi 95 var haldin verslunum helgina á Kirkjubæjarklaustri. Þar get ég nefnt bönd eins og The Prodigy. Ég að fá svona alveg tilfelli af FOMO. Mamma fór sko ein. Já, hún tók það ekki með. Mamma var út í poppið og hlusta Prodigy. Þetta var sko bót og kvot teknohátíð en það voru líka rock og punk þarna. Hljómsveitir. Sveiflukóngurinn líka. Já. Prodigy og svo næstur eftir því sveiflukóngurinn sjálfur. Það er ég þig. Já. Ég tók einmitt líka eftir í heimildamyndinni að Íslendingar, þeir voru allir með breskan hreim, þeir voru allir með enskan, af í dag Íslendingar þeir defaulta í amerískuna sko, þú veist það er Journeys to Burns, þeir ekki sé TikTok þegar Íslendingar er eitthvað, það er alltaf bara this is my home Rapper say bitch, calm down En þetta þá er bara I say, yes, Já, það var bara my name is Björk, here's my good friend Heiða from Unin, yes hello I'm Heiða from Unin, yes hello Og meiri þess að Svala Björk, ég bjóst að Svala Björk væri með ítalskar eins og Fabris, já, hún væri bara Buongiorno Mamma mia this festival Yes, we take all the Italian songs and make it a Christmas song En ótrúlega satt, þá var hún bara með breskan breskan reim, það þótti ekki alveg cool þetta Tímavart með Tona og Tótó